Vinstri græn hafa lagt fram frumvarp þar sem lagt til að fjármálaeftirlitinu sé heimilt að kyrrsetja eignir fyrrverandi stjórnenda, eigenda og tengdra aðila bankana sem íslenska ríkið hefur tekið yfir. Þessar eignir eiga frysta þar til rannsókn leiði í ljós hvort glæpur hafi verið framinn. Samfylkingin hefur á móti lagt til að stofnaður verði bjargráðasjóður heimilana til að standa straum af björgunaraðgerðum í þágu heimilana. Auðmenn sem báru ábyrgð á hruni bankakerfisins eiga fjármagnan og einnig tímabundið viðlagagjald eða hátekjuskattur lagður á. Kastljós sló á þráðinn til Jóns Danielssonar, hagfræðings í London, og spurði hvort þetta sé mögulegt að frysta eignir þeirra sem tengjast gömlu bönkunum eða ná í þær og þjóðnýta. Strax að því loknu ræði Þóra Arnórsdóttir við þau Árna Þór Sigurðsson, þingmann Vinstri grænna, Steinunni Valdísi Óskarsdóttur, þingmann Samfylkingar og Ragnheiði Elínu Árnadóttur, þingmann Sjálfstæðisflokks. Í fyrsta lagi þá erum við að tala eignir manna sem eru kannski tengjast mjög mörgum löndum, tengjast mjög mörgum fyrirtækjum og það er mjög erfitt að átta okkur á því nákvæmlega hvað einstaklingar eiga, bæði hérland og erlendis. Við þurfum að taka þessar ákvarðanir í samráði við erlend yfirvöld. Þannig að ég sé það held að framkvæmdin á þessu muni verða erfið. En hins vegar er það líka spurning að hvernig vitum við fyrirfram hver er sekur af einhverju og hver er sekur af einhverju lögbrotum, og við erum náttúrulega að tala lögin eins og voru á þenn tíma og það ætlar að kyrrsetja eignir fólks kannski til langs tíma áður en sem tekin ákvörðun hvort að fá að halda peningunum eða ekki er tiltölulega óréttlátt. En segjum svo að það finnist þarna eitthvað af peningum í eignarhaldsfélögum hér og þar. Á íslenska ríkið er rétt á því að gera það fyrir upptækt hvað með lánadrottnana? Mér myndi gruna það að mikið af þessum eignum varu tengdar skuldurum í gömlu bönkunum og skuldir þá væntanlega á endanum við banka erlendis. Þannig að ég myndi halda að erlendi kröfuhafar gangi kannski fyrir í að ganga þessum peningum og það er kannski í mörgum tilvikum þá væri kannski lítið eftir fyrir ríkið að ná í. En hátekjuskatturinn? Það er alltaf hægt að fá einhverja peninga inn af hátekjuskatti, en eins og árferð á Íslandi í dag þá grunum að þeir myndu finna miklu minni peninga heldur en þeir hefðu viljað fá. Hátekjuskattur líka, hann er mjög vinnuletjandi og sá hópur manna sem getur borgarslíknarskatt er mjög lágur, þannig að upphæðin sem fá staðis eru litlar en tjónið fyrir hagkerfi getur verið mjög mikið. Ein svona hreinskilin spurning í lokin. Þessar hugmyndir bjargráðasjóða og seilast í vasa þessara auðmanna, ná í eignirnar þeirra og peningana og þeir komið þetta heim. Er þetta popúlismi? Ég held að það sé pjúra populismi, ég held að það sé mjög illa framkvæmanlegt. Þetta gefur kannski svona góða fyrirsættir í blöðunum en ég held að muni vera miklu erfæri framkvæmt. Árni Jón Danielsson er ekki einn þess að skoðum, bæði Brynjar Níelsson og Karl Axelsson lögmenn lýstu því hérna í fréttatímum sjónvarpsstöðvanna að þeim finnst þessar hugmyndir hættulegar, líðskrum, út í hött og í rauninni má kannski segja bjargráðasjóðurinn og hvernig á að fjármagna hann falli í þennan sama pittsteinun. Er verið að mynda ríkisstjórn þar sem er verið að höfða til réttlætiskenndar fólk á fölskum forsendum, Árni, þú byrjar? Nú skulum við halda ríkisstjórnarmyndunni fyrir utan þetta. Það er bara það eru viðræður í gangi þar sem að þessi mál sem að flokkarnir hafa verið með er að sjálfsögðu upp á borði en mér langar aðeins út af því sem að þið vitni til, bæði Jón Danielsson og þú vitnar hér í ágæta lögmenn. Við vitum auðvitað að þetta eru umdeildar hugmyndir. Það eru ekkert allir á einu máli til dæmis lagalega grundvöll þeirra. Þetta þekkjum við. Það er hins vegar mikil krafa út í samfélaginu að það sé gætt réttlætis í tengslum við þá atburði sem hér urðu í haust og ég held að ef að þú færir og spyrðir almenningi í þessu landi hvað væri rétt og sanngjarnt í þessu máli þá fengir hugsanlega önnur viðbrögð og við búum í lýðræðisríki, við eigum að hlusta á fólkið í landinu líka, ekki bara þá sem að kalla sig sérfræðinga í þessu málum. Við vitum að meðal þeirra eru skoðanir líka skiptar og þetta virtist svona þetta innslag og þessi tilvitnun í þessar lögmenn vera frekar á pólitískum nótum heldur en færlögin, ég verð að segja það. En þetta er ekki spurningum það er mjög eðlilegt að fólk sé reitt, eins og þú segir, og fólk vilja láta sér heyra í talinu þegar berast svona fréttir, eins og við vorum að horfa hérna rétt áðan, 280 milljarðar sem flæða út úr Kaupþingi rétt fyrir hrun, en breytir það því að maður geti bara ákveðið það að semja lög sem er illframkvæmanlegt að fylgja eftir? Ég held að það sé nú kannski allt og snemmt að fullyrða eitthvað það og ég vísa því alfarið á bug að hér sé einhvern popúlisma að ræða.
Það var ítrekað í dag að hálfu bæði Ingibjargar Sólrúnar og Steingríms J að það yrði kynntur heildarpakki með aðgerðum fyrir heimilin og fyrirtækin og þar væntanlega munu sjá dagsins ljós þær aðgerðir sem að þessi tveir flokkar ætla sér að fara í til þess að byggja hér upp til framtíðar vegna þess að aðalatriða núna að setja fram tímasettar, dagsettar aðgerðir fyrir heimilin og ekki síður fyrir fyrirtækin. Þannig að í mínum huga afskaplega mikilvægt í næstu skrefum að takist að byggja hér upp umhverfi fyrir fyrirtækin og að skjóta styrkari stoðum líka undir peningamálastefnuna. Það hefur bara því miður ekki tekist og ég ætla ekki að fara að ásaka einn í þeim efnum. Verkefnið gríðarlegt og eigum við ekki bara bíða og sjá hvaða tillögur koma fram og hvernig verkefnalistin lítur út áður en við förum að ræða einhvern populisma í þeim. Þú verður alveg að komast að Ragnheiður. Mér langar bara að klára þetta vegna þess að það á þessum forsendum, á þessum hugmyndum sem lagðar eru fram. Þetta var til dæmis í þessari 10 liða tillögu Samfylkingarinnar, þetta Bjargráðasjóðinn og auðmenn sem bæru ábyrgð á bankahruninu ættu að koma með fjármagn. Það náttúrulega á þessum forsendum sem að fólkið trúir því að þetta sé hægt og má ég aðeins þóra, það ekki bara þetta trend sem að þú nefnir, það líka ýmislegt sem að lítur til dæmis og laut að yfirstjórn Seðlabankans sem að við lögðum fram til dæmis gagnvart Sjálfstæðisflokknum sem flokkurinn gat ekki fallist á. Þannig að það ekki kannski rétt að nefna bara þessi 2 atriði. Það var Seðlabankinn og ýmislegt annað í efnahagsstjórninni sem skiptir líka höfuðmáli. Það vissulega rétt. Ragnheiður, Árni Páll Árnason, þingmaður Samfylkingarinnar, kallaði þeim flokk bandalag skæruliðahópa og kvartaði eiginlega undan aðgerðarleysi og þróttleysi þíns flokks. Þú fórst út af þingi sem stjórnarþingmaður, kemur inn aftur núna eftir, allt fór í vaskinn og kemur inn núna eftir fæðingarorlof og ert að fara í stjórnarandstöðu. Það ekki alveg rétt að flokkurinn miklu veikari? Það logaðar eldar Evrópusamband, Seðlabankastjórnina og fleira. Það loga engir eldar í Sjálfstæðisflokknum og bara varðandi þetta orðalega Árna Páls þá finnst mér það svona gamalkunnugt. Við þekktum þetta þegar við vorum í kosningabarðunni hérna fyrir tæpum 2 árum, þá kannast maður við þetta orðbragð og það náttúrulega dæmi sig sjálft. Mér langar svo aðeins að fá að tala þessar aðgerðir ef ég má bara rétt aðeins vegna þess að Árni Þór sagði að þetta ætti nú ekki að snúast um stjórnarmyndunina. Mér finnst nefnilega svo athyglisvert að annars vegar kemur þetta sem skilir frá Vinstri grænum það að kyrrsetja eigur auðmannanna til þess að réttlætinu verði nú fullnægt. Og í hins stað þá er Samfylkingin með hugmyndum Bjargráðasjóð þar sem að auðmennirnir eiga að leggja til. Ég ekki alveg að sjá hvernig þessi stjórnarmyndun á að ganga ef allir eiga að ná fram sínum kröfum en það var nú eftir að koma í ljós. En varðandi Sjálfstæðisflokkinn þá get ég alveg algjörlega fullyrt að það loga engir eldar þar. Við stöndum þétt á baki okkar forystu, ólíkt því sem að gerist í mörgum öðrum flokkum sem við nefnum engin upp. Af hverju ekki? Já, ok, ég skal þá bara segja Samfylkinguna, það sem að varaformaður var nú að yfirgefa svæðið í dag eða tilkynna brottför sína. Það skoðanamunur á meðal fólks í Sjálfstæðisflokknum ýmis mál eins og í öllum stórum stjórnmálaflokkum. Og hingað til höfum við Sjálfstæðismenn haft gæfi til þess að leiða þau mál til líkt og ég hef enga trú á öðru en að við munum gera það í framtíðinni. Okkar ágæti formaður hefur tilkynnt að hann ætla ekki að gefa kost á sér til formanns á komandi landsfundi. Og það bætir nú, ef þú segir, það loga engir eldar. Nei, það bætir þá enn á. Við skulum kalla það deilumál. Ef ég má klára, hann hefur ákveðið að gefa ekki kost á sér og auðvitað munu koma fram framboð til formanns, annað væri nú óeðlilegt í stjórnmálaflokki í lýðræðisþjóðfélagi. Það sögulegt nákvæmlega, þannig að það að fólk bjóði sig fram í tiltekin embætti, ég sé enga þörf á slökkviliði í þeim efnum. Já, það verður svona forystuslagur. Það verður forystuslagur og fólk tekst á þetta embætti, vissulega, en svo bara fylgjum við okkur að baki þeim sem að kjörum verður formaður. Ég okkar aðeins að bregðast við þessu út af því sem sagt hér. Ég held að við verðum öll að reyna að bera gæfu til þess að hefja okkur yfir þessa umræðu. Þetta snýst ekki persónur og leikendur á þessu sviði. Þetta snýst pólitík og þetta snýst það að því miður tókst ekki samstarf milli Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks á grundvelli tiltekinna verkefna. Það auðvitað aðalatriði málsins og ég held að þessi ekki neinum til framdráttar
hvorki okkur eða Sjálfstæðisflokknum að fara að kýta eftir á það hverjum var skilnaðurinn að kenna. Skilnaðurinn garðgenginn. Nú þurfum við að einhenda okkur í þau verkefni sem eru framundan og það var bara einfaldlega komið nóg. Við vorum komin að þrotum í þessu stjórnarsamstarfi. Nú ætlum við að reyna til þrautar fram á vor á grunni tiltekinna verkefna og síðan verður kosið. Þá getur þjóðin líka dæmt Sjálfstæðisflokkinn af verkum sínum, okkur á Vinstri græna af þeim verkum sem við ætlum að fara í næstu 3 mánuði og það finnst mér lýðræðislegt. En það stuttur tími, þetta stuttur tími fram á kosningum og við getum reiknað með því að bróðurpartur þingmanna ætli sér í prófkjörslu og reyna að halda áfram. Fáið þið því áorka þessum miklu breytingum sem þið talið á þessum skamma tíma, ég tala nú ekki þegar þarf að ná málamiðlun eins og Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, Evrópumál og fleira? Ég ætla fyrst að fá að segja það að því að Ragnheiður Elín sagði hérna við höfum sett fram einhver skilyrði. Við höfum ekki gengið til stjórnarmyndunarviðræðna með nein fyrirfram skilyrði. Við höfum gengið til þeirra með okkar áherslumál og þau atriði sem við teljum mikilvægt að verði ráðist í á næstunni. Þannig að það ekki skilyrði fyrirfram og við ræðum við Samfylkinguna og þau við okkur á grundvelli þeirra mála og ég hef ekki stórar áhyggjur af því að það mun ekki ganga vel og ég held að Sjálfstæðisflokkurinn þurfi ekki að hafa sérstakar áhyggjur af því. Ég vil líka segja það að það geysilega þýðingarmikið núna að byggja upp sátt í samfélaginu. Samfélagið, þjóðin ekki sátt við það ástand sem að ríkir og hefur ríkt núna frá því á haustmánuðum og hvernig á því hefur verið tekið og það mikilvægt að byggja upp þessa sátt og allur almenningur í landinu verður að vera sannfærður það að sé tekið á réttlátan hátt á afleiðingum bankakreppunar og með hvaða hætti við skjótum styrkum stoðum undir efnahag heimilanna og fyrirtækjanna í landinu. Og það þetta mikilvægt að þeir sem voru leikendur í þessari atburðarás allri séu þáttakendur í því líka og við eigum að leita leiða til þess að það geti orðið í góðri sátt við alla aðila. Það náttúrulega rétt kannski svo Árni segir að óþolinmæðin var orðin slíka menn brutu rúður og börðu bumbur þó að minni hlutin hafi nú sem betur fyrr verið með verstu og ólætin en þá var alveg greinilegt að það var mjög mikill þrýstingur. Fólki fannst ekkert hafa gerst á þessum 4-5 mánuðum frá því að fólki fannst ekkert hafa verið gert og ég held að stærstu mistök fráfarandi ríkisstjórnar séu þau að hafa ekki komið því betur til skila hvað hefur verið gert vegna þess að ef að menn fara yfir það í allri sanngirni, þá sjá þeir það að það búið að vinna hérna þrekvirki og sem betur fyrr vona ég vona það sem sagt að efnahagsáætluninni sem að komið hér að stað og við höfum verið að framfylgja og með Alþjóðagjaldeyrissjóðnum að ef að henni verður framfylgt sem ég óttast að verði ekki gert vegna skilyrða eða krafna eða ég veit ekki hvað Árni Þór kallaði þetta hérna áðan og eitthvað að draga í land með það að ef að henni verður fylgt eftir að þá hef ég minni áhyggjur en ella vegna þess að þetta eru þó ekki nema 3 mánuðir sem að verið að tala og þess vegna á ekki alltaf geta farið úr skorðum vegna þess að það náttúrulega það versta sem að getur gerst og við vörum við því að fara að blanda saman pólitískri kreppu inn í ofan á þá kreppu sem að hér ríkir í samfélaginu. Hún var samt og þess vegna spyrir þú segir aðalástæðan svo að því var ekki komið til skila sem var verið að gera það þrekvirki sem segir hafa verið þessi ríkisstjórn sprakk ekki það var sagt frá því það bara náði ekki gegn nei það náði einfallega ekki gegn Var það ekki skorti trúnað og tröst á milli forystu ríkisstjórnarinnar og þjóðarinnar? Ég verð að fá að segja eitt. Ég held bara því miður að þá snúist þetta mál ekki PR frammistöðu þessar ríkisstjórnar. Það snúum hluta til gera það? Nei, ég held að það gerir það nú ekki og ég held að fólk upplýða það ekki þannig og ég get sagt að ég tók að mig tiltekið verkefni fyrir þessa ríkisstjórn með nokkrum öðrum þingmönnum og ráðherrum sem við ætluðum að leiða til lykta og vorum búin að vinna það alveg til enda og búin að skila því af okkur ákveðið. Það vantaði hins vegar að taka af skarið og taka ákvörðun í því máli. Ég held að það bara tiltekið verkefni sem að lítur vonandi dagsins ljós mjög fljótlega. Ég get svo sem alveg ljóstra því hér að það var það sem að lautað séreignarlífeyrissparnaði landsmanna sem að ég hef talað fyrir lengi að verði skoðað að menn geti leyst út við tilteknar aðstæður. Því miður vantaði að taka af skarið í verkstjórninni
og ákveða það hvort að hlutirnir ætti að gerast eða ekki. En ég vil hins vegar hérna í lokina, því ég held að tíma okkar sé að verða búin hér, þá vil ég segja það að ég vil nota þetta tækifæri til þess að þakka Sjálfstæðisflokknum fyrir samstarfið þennan tíma sem við höfum þó verið með honum og þakka sérstaklega forsætisráðherra Geir Haarde fyrir afar ágætt og ljúft persónulegt samstarf sem að ég átti meðal annars við hann og hvart ekki undan því vegna þess að ég ítreka það. Þetta snýst ekki persónur, þetta snýst stefnu og pólitík. Ert þú ánægð með það sem að ríkisstjórnin vann frá því að bankarnir hrundu? Ég ánægð með mjög margt af því sem ég ánægð með allt það sem að gert var, en vissulega verkefnið ærið. En ég vildi bara aðeins segja út af ákvarðanatökunum, vegna þess að það hefur verið komið frá Samfylkingu núna eftir að stjórnin sleit þessu samstarfi, að það hafi ekki verið teknar ákvarðanir hitt og þetta. Það vill svo til að formaður Samfylkingarinnar búin að vera veikur og það eru ákvarðanir, það var til dæmis tilbúið í desember að tillögu sjálfstæðismanna, breytingar á ríkisstjórninni, dæmi hvernig ætti að leysa Seðlabanka, fjármálaeftirlit, aðgerðaráætlun varðandi það sem að formaður Samfylkingarinnar bað að yrði beðið með vegna þess að hún treysti sér ekki í fjármálaráðuneyti eða treysti sér ekki til að klára þessi mál og ég veit ekki hvernig þetta ákveðna verkefni sem að Steinunn valdi sér að tala hérna, en ef að það hefur verið tilbúið á síðustu dögum, að þá bendi ég bara á að formaður Samfylkingarinnar var í burtu 2 síðustu vikurnar sem að stjórnin lifði og það logaði allt ítinu með Samfylkinguna meðan. Þannig að það geti verið ástæða fyrir því að það náðist ekki að klára einhver mál á lokasprettunum. En af þessu tilboði ég þakka líka fyrir samstarfið. Það ekki sérstaklega uppbyggilegt að heyra svona karp það hverjum sé hvað að kenna þetta. Og þess að langar með tala um framtíðina. Svo vitna nú í Geir Haarde hér í gær sem kallaði Jóhönnu Sigurðardóttur Eyðslu Kló. Þessi vinstri stjórn sem nú í burðarliðnum, hún tilbúin að því að það nú alltaf farið að hrópa glundróði og eyðslusemi, hún tilbúin að taka þær ákvarðanir sem þarf til þess að, það þarf að skera hérna niður. Það eru heilbrigðismálin, ætlið að taka það tilbaka, hvaðan koma peningarnir, eða þurfum við að hafa ágjörð að það sé verið að fresta kreppunni? Við Árni störfuðum nú saman í vinstristjórn í borginni í 12 ár og tókst býsna vel upp með fjárhag þar. Ég held að þetta tala það sem oft heyrist í pólitískri umræðu, það geti enginn séð fjármálin og efnahagsmálin nema Sjálfstæðisflokkurinn sé mikill misskilningur. Sjálfstæðisflokkurinn búin að stjórna þeim málum núna nánast samfellt síðan 1991 og árangurinn höfum við séð og upplifað hér á undanförnum vikum og mánuðum. Við erum að sjálfsögðu reiðubúin til þess að axla ábyrgð. Við erum í viðræðum ríkisstjórn sem mun sitja skamman tíma fram á vor þar til fara fram kosningar. Þannig að það alveg ljóst að það ekki hægt að gera alla heimsins hluti á þeim tíma. En það eru mjög mikilvægar bráðaaðgerðir sem að stjórnvöld verða ráðast í og við erum reiðubúin til að axla þá ábyrgð og taka þátt í þeim. Og eins og Steinunn sagði hér fyrir að þá mun það koma í ljós þegar að sáttmáli þessara flokka lítur dagsins ljós. Við munum þurfa að ræða líka við Framsóknarflokkinn og Frjálslynda-flokkinn sem við höfum áhuga á því að hafa einhverja aðkomu að þessu samstarfi. Vonandi gerist þetta fyrir helgi og þá mun koma í ljós hvað þar verður á ferðinni. Hvernig verður að vera í stjórnarandstöðu? Ég sé nú bara tækifæri því. Þetta verður svolítið gaman að geta verið dálítið svona í þessu hlutverki. Við tökum því bara fagnandi við Sjálfstæðismenn. En það sem ég bíð eftir að sjá varðandi þessa ríkisstjórn hvernig þau ætla að ná saman þessi grundvallarmál sem til dæmis Vinstri grænir hafa lagt sem skilyrði, Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, Evrópusambandið, það kemur í ljós á næstu tilkynntum alls konar endurskoðanir, sjónarmiðum okkar og við ætlum að ræða við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn því hann mun koma hingað í febrúar til viðræðna við stjórnvöld endurskoðunin samt ekki að breyta neinu, endurskoðunin felst fyrst og fremst í því að athuga hvort við séum gjöruglega fylgin eftir. Þannig að þið verið fyrir vonbrigðum með það ef þið hafði ekki fengið einhverju breytingu. Þetta hljóma nú samt, þetta hljóma sem lítið bitur, þið verðið að Já, auðvitað heldur að sé ykkur ánægð með það að hætta í ríkisstjórn. Það bara hundfúlt, ég get alveg sagt það, en við lítum á þetta sem tækifæri. Ég er búin að tala fullt af hægri krötum í dag sem segjum í Samfylkingunni, sem segja mig það að þetta sé mjög einfalt. Vinstri armurinn hafði betur og nú séu þeir heimilislausir á ný, þannig ég sé ekkert í þessum að sókna fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Þetta kemur allt í ljós að bara gömlu flysirnar með vinstri menn og Samfylkinguna. Það er það ekki fyrir að vera með okkur, Steinunn, Árni og Ragnheiður.